Næsta mál á dagskrá liður 9, strætó þjónustustig. Ungmennaráðsfulltrúi Aldís Ósk Arnaldsdóttir kynnir málið. Ágæti forseti, bæjarstjórn, fulltrúar ungmennaráðs og aðrir fundargestir. Ég vil ræða mikilvægi þess að bæta strætósamgöngur í bænum okkar, sérstaklega með þarfir barna, ungmenna, umhverfisins í huga. Almenningssamgöngur eiga að vera öruggar, áreiðanlegar og aðgengilegar fyrir alla, en í dag eru ýmis vandamál sem draga úr virkni þeirra og skapa hindranir fyrir ungt fólk sem treystir á strætó. Fyrst og fremst vantar fleiri strætóferðir helgar. Börn og ungmenni taka þátt í íþróttaæfingum, tómstundastarfi og félagslífi líka á laugardögum og sunnudögum. Núverandi áætlun þjónar þeim illa og veldur því að sum börn geta ekki sótt þessar mikilvægu athafnir, einfaldlega af því þau komast ekki á staðinn eða heim aftur. Þetta ekki aðeins óþægilegt, heldur beinlínis útilokandi fyrir börn sem eiga ekki kost á öðrum ferðamátum. Það einnig mikilvægt að tryggja að strætó sé tíma. Þegar börn treysta á strætó til að komast í skólann, á æfingar eða heim, þá má það ekki vera spurning hvort vagninn komi á seint eða jafnvel á snemma og fari áður en fólk komi sér í skýli. Strætó verður að fylgja áætlun nákvæmlega, annars hann ekki áreiðanlegur ferðamáti fyrir þá sem þurfa á honum að halda. Við verðum einnig að horfa til framtíðar og fjárfesta í rafmagnsstrætóum. Þeir hafa ekki aðeins jákvæð áhrif á umhverfi heldur líka á heilsu okkar allra. Ef við færum okkur yfir í rafmagnsstrætóa myndi það minnka mengun og bæta loftgæði í bænum. Betri loftgæði þýðir heilnæmara umhverfi, sérstaklega fyrir börn, eldra fólk og einstaklinga með öndunarfæra sjúkdóma. Rafmagnsstrætóar eru líka hljóðlátari og bjóða upp á betri farþegaupplifun. Með því að fjárfesta í umhverfisvænum lausnum erum við ekki bara að hugsa loftslagið, heldur líka lífsgæði okkar allra. Að lokum vil ég leggja áherslu á mikilvægi þess að allir farþegar fái þá virðingu og þjónustu sem þeim ber, óháð aldri, fötlun eða aðstæðum. Almenningssamgöngur eiga að vera fyrir alla en það ekki alltaf raunin. Mig langar að segja frá dæmi sem sýnir hvers vegna aðgengi ekki tryggt. Manneskja með barn í hjólastól ætlaði í strætó hér á Akureyri. Þegar þau komu á vagninum var rampurinn fastur og virkaði ekki. Aðstoð bílstjórans var engin. Hann gerði ekkert nema að segja að drífa sig, lokaði hurðunum og keyrði burt. Svona einfaldlega ekki gerast. Þetta brot á jafnrétti barna og gengur gerð barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem Ísland hefur skuldbundið sig til að fylgja. Það segir skýrt að öll börn eigi rétt á jafnræði og fá að taka þátt í samfélaginu á sama grundvelli og aðrir. Við verðum að tryggja að strætisvagnabílstjórar sýni virðingu fyrir öllum farþegum og að strætókerfið sé hannað þannig að virki fyrir alla, ekki bara suma. Öll börn eru jöfn og eiga rétt á að ferðast örugglega og af virðingu. Við getum gert betur og við eigum að gera betur. Takk fyrir mig. Þá hefur ungmennaráðsfulltrúi Aldís Ósk lokið sínu máli og bæjarfulltrúi Jana Salome Ingibjargar Jósepsdóttir stígur upp í pontu. Fundarstjóri, ungmennaráðsfulltrúar, bæjarfulltrúar og aðrir fundargestir. Ég vil byrja á því að þakka Aldísi Ósk fyrir mikilvægt erindi. Ég tek heils hugar undir að almenningssamgöngur eigi að vera öruggar, áreiðanlegar og aðgengilegar fyrir alla. Ég held að fyrsta mál sem ég setti fram á bæjarstjórnarfundi eftir ég var kjörin bæjarfulltrúi hafi einmitt snúist strætó. Það er allt og langt síðan að ég fengið að tala þetta mikilvæga málefni. Ég ekki viss að viðstaddir bæjarfulltrúar séu endilega kátir með það. En ég fór aðeins að googla, eins og maður segir á góðri íslensku, og fór yfir sögu pínu svona yfir sögu þessa leiðarkerfis og strætósamgangna og þess sem hefur verið í gangi. Við getum byrjað á því að hrósa Akureyrarbæ fyrir það. Það hefur verið gjaldfrjálst í strætó síðan 2006. Það var stór og mjög mikilvæg ákvörðun hjá þáverandi bæjarstjórn að stíga það skref, enda framsýnt framfaraskref í umhverfis- og loftslagsmálum ásamt því að lýsa ákveðnu viðhorfi til almenningssamgangna að þær séu samfélagsleg og nauðsynleg grunnþjónusta sem þarf að reka og viðhalda. Ég hef aðeins og oft talað undirbúningamótun á nýju leiðanetti sem var samþykkt í bæjarstjórn, ég man ekki hvort það var 2022 eða eitthvað svoleiðis, sem hefur ekki verið framkvæmt, og eftir því sem ég best veit ég held að það sé bara búið að hætta við það algjörlega.
Síðan núna verið að færa sko jöfnunar stoppustöð strætó frá BSO og færa hana að Glerártorgi, þannig að það breytir þá einhver í leiðakerfinu. Og allt þetta hefur þetta áhrif á áreiðanleika og hversu gott leiðanettið er. Því að þegar við teygjum og tógum leiðanettið, þá koma ný kerfi, við teygjum leiðanettið og þá eru leiðin lengri sem strætóin keyrir og það dregur úr möguleikum strætós til að vera áreiðanlegri hvaða tímasetningar varðar. Síðan eru það fleiri ferðir helgar og þetta þetta bara allt spurning fjármagn og og hvað bæjarstjórn og meirihluti bæjarstjórnar til í að gera í því máli. En það hefur ekki verið vilji til þess að auka fjármagn í strætókerfið og leiðanett strætó síðustu ár. Því ver og miður. En við þurfum að halda áfram að tala það. Umhverfisvænar lausnir og rafmagnsstrætóar. Akureyrarbær var á mjög flottri vegferð varðandi að metanvæða strætóflotan sinn og hefur verið með metan í ferlibílaþjónustunni. Síðan haugurinn hérna upp á Glerárdal sem að framleiðir metanið okkar. Hann bara eiginlega hættur að gefa okkur metan. Og þá þurfti að fara að skoða það og panta metan frá Reykjavík og það urðu einhverjir erfiðleikar með það. Og þá var farið að skoða varðandi rafmagnsstrætóna, hvort það ætti að fjárfesta í rafmagnsstrætónum. En þá það spurning einhverja breytingu á stefnumörkun út frá því að, ég elska að tala þetta og þú veist, þetta örugglega leiðilegasta sem bara allir inni hafa heyrt. En já, þá þetta spurning einhverja stefnumörkun til framtíðar hvað við ætlum að gera varðandi strætóflotan og ætlum að reka á metani eða rafmagni eða hvað ætlum að gera. Því að metani er líka frábær orkugjafi ef við fáum frá tryggt magn af metani. Og þá tölum við líforkuver út í Disneysi sem einhverju geti googlað og það rosa skemmtilegt að tala það líka. Af því að það geti framleitt metan til framtíðar og ef við erum búin að fjárfesta í öllum innviðum fyrir rafmagnsstrætóa og fáum svo þar metan, að þá finnst mér við vera búin að tapa glata einhverju tækifæri til framtíðar til þess að nýta metan sem orkugjafa. En hins vegar held ég að ef það tekst ekki, að þá rafmagn klárlega framtíðin og við þurfum að skoða það varðandi strætóflotan okkar. Síðan með aðgengi og virðingu fyrir öllum farþegum, ég held að þetta ætti bara að taka upp innan umhverfis- og mannvirkjasviðs strax í dag eða á morgun þegar fólk kemur aftur í vinnuna. Því að þetta eru aðstæður sem á aldrei að líða og ekki í lagi. Ef ég að gleyma einhverju þá bara má endilega spyrja mig aftur eða einhver annar bæjarfulltrúi getur komið og svarað. Takk fyrir mig. Þá hefur bæjarfulltrúi Jana Salome lokið máli sínu og orðið opið. Þá skulum við færa okkur í næsta lið á dagskrá.